Komið sæl öll, heyrist ekki ágætlega í mér þarna aftast. Verið öll velkomin á þennan fyrri málfund sem haldinn að frumkvæði félagsprófessora við Ríkisháskóla og með málfundur með frambjóðendum í rektorskjöri við Háskóla Íslands. Þetta fyrri fundurinn eins og ég var að segja og stjórn félagsprófessora hefur ákveðið að hafa þessa tvo fundi sitt hvort efnið. Fyrri fundurinn, þessi fundurinn í dag helgaður málefnum háskóla og vísinda á Íslandi og voru rektorsframbjóðendur beðnir að hafa eftirfarandi atriði í huga. Stefnu stjórnvalda í málefnum háskóla á Íslandi, hver hún og hver á hún að vera, fjöldi og hlutverk háskóla, hve margir eiga háskólarnir að vera, hvert á rekstrarformið að vera og hvaða hlutverk eiga þeir að hafa, sérstaða HÍ, gjarnan talað að HÍ hafi sérstöðu meðal háskólana, í hverju felst hún og hver ætti hún að vera, og loks fjármögnun háskólakerfisins á Íslandi, hvað að, hverju þarf að breyta og hvernig á að breyta því. Nú, ég fundarstjóri, Torfi Túlnius heiti ég og dagskráin verður á þessa leið. Fyrst mun formaður félagsprófessora við Ríkisháskóla, Rúnar Vilhjálmsson, flytja stutt ávarp, síðan mun hvert rektorsefni á fætur öðru gera grein fyrir afstöðu sinni til þess málefna háskóla og vísinda á Íslandi. Hver frambjóðandi fær 15 mínútur og að því loknu verða pallborðsumræður með frambjóðendum og þá gefst gestum að kostur á að koma með spurningar úr salnum. Nú, að þessari dagskrá lokinni, það stefnt að því að henni ljúki 13:25 og þá verða hér frammi veitingar í boði rektors Kristínar Ingólfsdóttur og vil ég fyrir hönd félagsins þakka henni kærlega fyrir það. Nú, þá okkur ekkert að vanbúnaði að hefja leika og Rúnar Vilhjálmsson, gjörðu svo vel. Já, kæru rektorsframbjóðendur og ágæta samstarfsfólk og stúdentar, ef einhverjir í salnum. Háskólar á Íslandi, þeir má segja standa á tímamótum, það ýmislegt sem hefur vel unnist á undanförnum árum og umfang háskólastarfseminnar hefur sannarlega aukist hratt síðustu árin og Háskóli Íslands náð eftirtektarverðum árangri, ekki bara í stækkun sinni heldur í mælikvörðum sérstaklega á alþjóðlegu rannsóknarsviði eins og röðun skólans á einum tilteknum gæðalista háskóla bendir til. En það ýmislegt sem að þarf auðvitað að skoða og jafnvel að endurskoða í sambandi við umgjörð háskólastarfseminnar og inntak. Nú, mig langar aðeins að nefna nokkur atriði, bara til þess að reyna að hita aðeins upp í samkomunni og ég á nú bara að vera svona upphitunarmaður hér. Að sjálfsögðu, því áherslan auðvitað á frambjóðendurna. Eitt af því sem hefur einkennt háskólakerfið, og þá tala ég skipulag háskólana, það hve háskólarnir hafa haft frjálsar hendur eigin uppbyggingu. Það kemur ekki skýrt fram í lögum háskóla eða opinbera háskóla, hvert hlutverk einstakra háskóla nákvæmlega og ekki að fullu ljóst hver sérstaða einstakra háskóla Allir virðast háskólarnir hafa mikil metnað eigin uppbygging og stefna allir að uppbyggingu framhaldsnáms, eins og sést á heimasíðum skólana meðal annars. Reynslan sýnir að þegar háskólarnir hafa komið á meistaranámi þá stefna þeir næst að því að byggja doktorsnám ofan á það. Og þá kemur spurningin, eðlilegt að háskólarnir hafi svo frjálsar hendur? Það kann að vera, eða það kann að vera ekki. Hver ætti stefna stjórnvalda að vera? Eiga háskólarnir að hafa ólík hlutverk? Erlendis má finna héraðsháskóla, sérhæfða fagháskóla og alhliða rannsóknarháskóla. Þessir háskólar hafa ólík hlutverk og uppbyggingu. Í þessu sambandi gjarnan talað sérstöðu Háskóla Íslands í íslenska háskólakerfinu og hann jafnvel kallaður flaggskipið í kerfinu. En hver þessi sérstaða háskólans og hver ætti hún að vera að mati rektors frambjóðenda? Einhlið á þessu máli svo gæðamálin. Á síðustu árum hefur orðið sprenging í fjölda námsleiða á framhaldsstigi í háskólanum. Ef háskóli fer af stað með einhverja námsleið og segjum að það sé af vanefnum, þá ætti ytri gæðaúttekt og eftirlit að hindra að slíkri námsleið væri haldið úti að óbreyttu. En það hefur varla gerst, sýnist mér.
Þótt ytra gæðamat sé vissulega leiðbeinandi og gagnlegt sem lærdómsferli fyrir skólana, þá hefur það ekki haft teljandi fjárhags- eða rekstrarlegar afleiðingar fyrir háskólana þótt námsleiðir innan þeirra standi misvel, jafnvel ár eftir ár. Og hér má spyrja, þurfa yfirvöld að koma upp gæðatryggingakerfi eins og sumar nágrannaþjóðir hafa gert með gæðavottun námsleiða byggðri á tilteknum gæðavísum sem kveða á til dæmis lágmarks aðstöðu, námskeiðaframboð og mönnun og hæfni kennara. Þetta ein spurning sem við getum velt fyrir okkur í þessu sambandi. Og hvað með rekstrarformið? Styðja rektorsframbjóðendur frekari einkavæðingu háskólakerfisins með stofnun nýrra einkaháskóla. Eitt slíkur í bígerð á grunni 3 smára skóla. Þar á 2 ríkisháskóla á Hvanneyri og Hólum og einkaháskólans á Bifröst. Þau skilaboð hafa komið fram í undirbúningi málsins að með sameinuðum einkaháskóla gætu komið inn meiri tekjur með innheimtu skólagjalda af nemendum. Þarna komin lausn á fjárhagsvanda ríkisháskólana á Íslandi. Og þá erum við komin að fjármálunum. Frá efnahagshruninu urðu háskólarnir fyrir miklum niðurskurði, þetta vel þekkt, og á sama tíma varð aukning í fjölgun nemenda, mikil aukning í fjölgun nemenda í skólunum og ekki síst í Háskóla Íslands. Niðurstaðan var svo að fjárveiting á hvern nemanda dróst verulega saman og hafði þó dregist saman árin fyrir hrun. Fjárveiting á ársnemenda nú umtalsvert lægri en þegar að reiknilíkanið svokallaða var tekið í notkun við fjárveitingar til háskólana árið 1999. En upphaflega reiknilíkanið átti einmitt að taka mið af því sem kallað var eðlilegur raunkostnaður við nám í einstökum reikniflokkum. Á sama tíma hafa háskólarnir byggt upp viðamikið og ört vaxandi framhaldsnám sem í eðli sínu mun kostnaðarsamar en grunnnámið. Og það verður ekki annað séð en að reiknilíkan ráðuneytisins þurfi endurskoðana við og sé úr takti við eðlilegan raunkostnað náms við háskólana og ekki sé talað kostnað við framhaldsnámið. Fyrir stjórnvöld þau gáfu vilyrði að fjárveitingar til háskólastigsins yrðu auknar á næstu árum og við það miðað að Ísland næði meðaltali OECD-ríkjana árið 2016 og meðaltali Norðurlandana 2020 í fjárveitingu til háskólana. Nú þetta stjórnvöld hafa lýst sig fylgjandi þessari stefnu en nú orðið ljóst að meðaltali OECD næst ekki á næsta ári. Hvernig ætlar rektorsframbjóðendur að beita sér í þessu máli, þessu stóra og mikla fjárveitingamáli? Þá ekki annað að sjá en að þessi vitlaust gefið í fjárveitingum til háskólana. Einkaháskólarnir fá fullt nemendaframlag í viðkomandi reikniflokkum en fá að taka skólagjaldanemendum sem ríkið lánar auk þess fyrir og verða að hluta námsstyrkjum. Ríkisendurskoðun gerði alvarlegar athugasemdir við þetta ójafnræði í fjárveitingum til ríkis- og einkaháskólana í skýrslu til Alþingis árið 2010 en við því hefur ekki verið brugðist. Þetta mál sem rektorsframbjóðendur vilja fylgja eftir? Og að lokum vísindamálin. Flestir við að sammála að efla þurfi samkeppnissjóði vísinda á Íslandi, enda erum við þar eftir bátar eins og í fjárveitingum til háskóla. Og flestir einnig sammála að efling samkeppnissjóðana komi rannsóknarstarfi háskólana til góða. Hins vegar hafa komið fram hugmyndir sem valdið hafa nokkrum ágreiningi, satt að segja, nú á þá leið að færa þurfi fé frá háskólanum inn í samkeppnissjóðan. Þetta auðvitað athyglisverð hugmynd. Hún gengur út á það að rannsóknarskylda háskólakennara verði minnkuð eða lögð niður á móti og þeir kennarar fái rannsóknarstyrki síðan, þeir kennarar sem fái rannsóknarstyrki síðan, að þeir geti fengið afslátt eða niðurfellingu á sinni kennslu. Þeir kennarar sem ekki fá styrki verði þá eins konar kennslukennarar. Aðrir geta orðið rannsóknarkennarar sem jafnvel kenni ekki neitt. Hvað finnst rektorsframbjóðendum með þessar hugmyndir? Samræmast þær hugmyndinni rannsóknarháskólan þar sem kennarar flétta saman rannsóknum og kennslu. Ýmislegt fleira mætti velta fyrir sér í þessu en ég læt þetta duga og þakka fyrir mig og vonast til mjög fjörur og skemmtilega framsaga og umræðan. Takk. Við þakkum Rúnari fyrir og nú komið að frambjóðendunum og þeir munu tala hér í stafrófsröð og Einar Steingrímsson mun þá byrja og þeir tala eins og ég sagði áðan 15 mínútur hver þeirra og síðan taka pallborðsumræður við. Gjörðu svo vel Einar. Það fá að setja þetta upp hérna fyrst. Skal þetta?
Ok, virkar þetta ekki? Eitthvað sem þarf að gera við þetta stað? Nú kann ég ekki á þetta. Það engin tæknimaður hérna? Nei, þá verð ég líklega að standa tjóðraður hér við tölvuna þótt að ég er dálítið erfitt með að standa kyrr yfirleitt. Ég ætti kannski að kynna mig örstutt. Ég er prófessor í stærðfræði við University of Strathclyde í Glasgow og þar hef ég verið síðan 2010. Ég var þar áður í 5 ár við Háskólann í Reykjavík og þar áður 15 ár við sameiginlega stærðfræðistofnun Gautaborgarháskóla og Chalmers Tækniháskólans í Gautaborg. En ég lærði hins vegar í Bandaríkjunum fyrst í University of Pennsylvania þar sem ég var í grunnnámi í stærðfræði með heimspeki sem aukagrein og svo í doktorsnámi við MIT. Ég ætla að reyna að svara þessu spurningu sem voru lagðar fyrir okkur, svona í aðalatriðum, en ég ætla að leggja áherslu á það að mér finnst ekki hægt að tala háskóla og vísindi á Íslandi út af fyrir sig, það við verðum auðvitað alltaf að vera að bera okkur saman við útlönd, en er það yfirlýst stefna þessa skóla að verða öflugur á alþjóðavettvangi. Svo þetta fyrsta spurningin sem við fengum, hver stefna stjórnvalda í háskólamálunum og hver ætti hún að vera, og ég miðað við þá reynslu sem ég hef af að fylgjast með stefnu stjórnvalda á Íslandi síðustu 10 árin, að þá held ég því fram að hún sé bara engin, að það engin stefna í háskóla og vísindamálum. Það að segja vísind- og tækniráð sem á að móta stefnu stjórnvalda hefur verið með mjög góða stefnu mjög lengi, en það hefur í aðalatriðum aldrei verið farin eftir henni. Það öðru hverju hefur verið skorið niður eða bætt aðeins í, en ég sé ekki að stjórnvöld sé með neina stefnu í háskólamálum. Vonandi verður breyting á þessu, vonandi þetta breytast að því leyti til dæmis að það sé að koma meiri fjármuni núna til skólana. Þetta faglega virka. En það við verðum að bíða og sjá hvernig það fer. Hver stefnan ætti að vera, þurfti ít og taka bara. Já. Stefnan ætti að vera að veita, heyrði sæmi límið þótt ég sé ekki við hátalra. Stefnan ætti að vera að veita meira fyrir háskóla, en væri ég stjórnvöld þá myndi ég setja skilyrði fyrir því. Það að segja þetta veita meiri fyrir háskóla sem treystandi til þess að gera góða hluti, að efla verulega rannsóknir sínar í alþjóðlegu samanburði og bæta kennsluna. Og þetta í öllum háskólum sem ég hef þekkt til að þá ekki gerðar nógu miklar kröfur gæði kennslu almennt séð. Hún mjög misjöfn allstaðar, það allstaðar góðir kennarar, allstaðar slæmir kennarar, en það allt of litlar kröfur gerðar til þess að kennsla sé góð og hún sé bætt. Það þýðir ekki að það sé hægt að pína fólk til þess að gera góða hluti, bæði vegna þess að við höfum akademískt frelsi sem kennarar, en líka vegna þess að það ekki hægt að pína fólk til að gera góða hluti. Það eins og hægt að ganga miklu lengra í að aðstoða kennara við að bæta kennslu sína, og ég held að það miklu auðveldara að fá mjög marga til að gera það ef þeir fengið stuðning til þess, en það ef við bara látum hér liggja. Nú hver á fjöldi í Háskóla Íslandi vera og hvert á hlutverk að vera? Ég tel að hlutverk háskóla eigi að vera að stunda rannsóknir og kennslu og ég vil helst ekki tala mikið meira það. Ég vil að þessi lögð áherslu á þetta. Hlutverkar á háskóla að stunda rannsóknir og kennslu. Öll önnur hlutverk eiga að vera afleidd af því. Ef ég fengi að ráða háskólamál á Íslandi, þá myndi ég hafa 2 háskóla. Einn rannsóknarháskóla og einn kennsluháskóla. Það að segja háskóla sem væri aðalega með kennslu, þar sem ekki verður lögð nein áherslu á rannsóknir, en einn öfluga rannsóknarskóla. Rannsóknarskólinn ætti auðvitað að vera í Reykjavík, að kennsluskóla væri hægt að hafa með fjarkennslubúnaði í dreifðanum landi, þar að segja, það ætti sjálfsagt að vera í Reykjavík í aðalatriðum. En þetta auðvitað draumóra sem tilgangslítið að vera að ræða núna vegna þess að það sem stjórnvöld hafa sagt og gert í þessum efnum síðustu árin ekki neitt. Það hefur verið talað endalaust að sameina skóla, fækka skólum, en ég hef aldrei séð neina stefnu í því, aldrei neina hugsun á bak við það, eða rökstuðning fyrir því af hverju ætti að fækka skólunum og hvað ætti að koma út úr. Og ekki einu sinni hver ávinningurinn að því yrði. Það hugsanlegt að lista háskóla ætti að vera út af fyrir sig, en ég ætla að láta það liggja á milli hluta, ég ætla ekki að hafa miklar skoðanir því það aukaatriði í þessu samhengi. En það væri hugsanlega betur, og því spurt formið á skólunum, það sé stjórnunarformið, rekstrarformið, þá vel hugsanlegt að það væri betra að allir háskólar væru, eða að minnst kosti einhverjir væru sjálfseignarstofnanir. Það hins vegar ekki eitthvað sem ég held að ráði úrslitum. Og það mjög mikilvægt ef að skólarnir eru gerðir af sjálfseignarstofnunum að þeir hefðu öfluga stjórn yfir sig.
og það þarf að vera stjórn sem er háskólaráð hér í dag, sem hefur góða innsýn í gott háskólastarf á alþjóðavettvangi og mikinn metnað til þess að bæta starf skólans. Og slíkt ráð þarf að vera, það þarf ekki sjálft að vera mjög aktíft, en það þarf að hafa mikinn metnað og það þarf að vinna vel í því að fá öflugt fólk í forystu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt glæsilegu stefnu sem þessi skóli hefur. Varðandi fjármögnun háskólakerfisins, þá vantar alltaf meiri peninga og það er mjög auðvelt að færa rök fyrir því með því að bera okkur saman við lönd sem eru álíka auðug og Ísland er og með álíka umfangsmikið háskólakerfi, þá er mjög auðvelt að færa rök fyrir því að það þurfi meiri peninga og það verður að sjálfsögðu eitt mikilvægasta verkefni rektors á að vera að reyna að afla meiri fjár frá stjórnvöldum og sérstaklega á næstu árum, það eru komin einhver svona hálfgildingslofur skilst mér það að færa okkur nær OECD-löndunum eða Norðurlöndunum og það þarf að ganga hart eftir því. Það er eitt af mikilvægastu hlutverkum rektors en það þarf samt aftur að setja skilyrði. Það er of lítið, eins og Rúnar var að tala um hérna áðan, það er of lítið eftirlit með starfi Háskóla Íslandi, það er of lítið eftirlit með notkun rannsóknarfjár eða of lítið skilyrði sett það hvað er gert við rannsóknarfé og það getur sama gæði náms og námsbrauta. Þessi 15 ár sem ég bjó í Svíþjóð, þá gerist alltaf öðru hverju að háskólastofnunin sem fer með eftirlit með háskólum í Svíþjóð, að hún svipti háskóla leyfi til þess að útskrifa af tilteknum námsbrautum, til dæmis meistaranámsbrautum, vegna þess að það væri ekki akademísk innistæða fyrir meðal þeirra sem stjórnuðu og báru uppi námi. Og ég hef aldrei séð eitt svona gerast, ég þekki ekki vel til hérna inn í Háskóla Íslands, en á þess að nefna hvaða brautir þá man ég eftir einni braut við Háskólann í Reykjavík sem var sett á fót sem að örugglega hefði ekki verið samþykkt að setja af stað í Svíþjóð vegna þess að það var bara engin akademísk innistæða hjá þeim sem fóru með stjórn og sem átt að bera brautin uppi og mig grunar að þannig sé þetta í fleiri skólum á Íslandi. Þannig að stjórnvöld ættu að gera meiri kröfur og við ættum að taka því fagnandi. Við eigum að taka því fagnandi þess að gera miklar kröfur til okkar. Þannig að við höfum það aðhald sem við þurfum til þess að við þurfum ekki bara innan skólans að vera að veita aðhald. Ríki ætti sérst að koma á fót óháðu ytra eftirliti með starfi allra háskóla. Hver er þá sérstæða Háskóla Íslands? Þetta er spurning sem er eðlilegt að spyrja, en þetta er líka spurning sem ég ætla kannski að halda fram að sé ekki alveg besta spurningi sem hægt að spyrja þessum mál. En ég vil fyrst að segja þetta, það er náttúrulega, Háskóli Íslands hefur þessa sérstöðu, hann var lengi ríkiseinokunarstofnun sem skildi hann frá öðrum háskólum á Norðurlöndum og það hefur væntanlega haft áhrif á starf hans og ég ætla ekki að fara út í það og það getur ekki máli, hann er alltaf ekki í ríkiseinokun lengur. En Háskóli Íslands er 80% háskólakerfi sem þýðir að það er í mörgu tilliti hægt að tala háskólamál á Íslandi og vísindi í sömu andræðan á Háskóla Íslands. Við þurfum ekki að vera að gera mikinn greinarmun á þessu. Þannig að allt sem við getum sagt Háskóla Íslands getum við sagt háskólamál og vísindi á Íslandi og öfugt. Allt sem hægt er að segja háskólamál og vísindi á Íslandi það endurspeglast í Háskóla Íslands í svo miklum mæli að við getum talað um þetta hvort tveggja í einu. Háskóli Íslands er vissulega heimili sér íslenskra fræðigreina og það er mikilvægt. Það er að segja það, ég ímynda mér til dæmis og ég ætli ekki að fella neina úrskurður slíkt af því ég er engin sérfræðingur á slíkum sviðum, að ég ímynda mér til dæmis að íslensk sagnfræði sé grein sem er ekki endilega hægt að bera bókstaflega saman við, eða það er að segja að líta á sem hluta af alþjóðavettvangi og að þessu leyti að þá eru nokkrar litlar greinar, eða það er að segja nokkrar afmarkaðar greinar sem eru sér íslenskar og það ber að líta á það sem skyldu háskóla sem halda áfram að halda þeim við, en samtímis þá megum við ekki gleyma því að við megum ekki slíta jafnvel þessar séríslensku greinar úr sambandi við umheiminn og það ég sýnst nú ekki það sem verður að gera það hér. Ég veit ekki betur heldur en sagnfræðingar hér í þessu skóla birti talsvert á alþjóðavettvangi. Þannig að þetta er mikilvæg hlutur en ég líti á þetta sem smáatriði í heildarmyndinni vegna þess að þetta er það lítill hlutur af starfi skólans.
Nú fór ekki þess átt. Það sem ég ætla að segja hérna er að þetta sérstöðu Háskóla Íslands, að það getum við líka, það á líka við sérstöðu Íslands í heild. Á Íslandi eru allir nemendur í háskólum í rannsóknarháskólum. Ég veit ekkert land sem er með jafn umfangsmikið háskólakerfi á Ísland og sem er sambærilegt að öðru leyti, eða bara okkur land sem er jafn umfangsmikið háskólakerfi, sem er með alla háskólanemndur í rannsóknarháskóla og þar með alla akademíska starfsmenn háskóla í rannsóknarstöðu. Og ég skil ekki hvernig Ísland á að geta borið þetta upp. Allra síst þegar við höfum minni fjármuni miklu minni fjármuni heldur en þau lönd sem við berum okkur saman. Við erum með vinnumatskerfi sem að geti fræða ríkisháskóluna sem hunsar gæði, ég hygg ekki við að segja það, og gerir engan mun, en nánast engan mun á fræðasviðum sem er algjörlega fráleitt og sem metur góða kennslu einskis. Þeir sem hafa fylgst með því sem ég hef tjáð á opinberum vettvangi háskóla og vísindamál hafa kannski aðalega heyrt mig tala rannsóknir, en það vill svo til að ég hef alltaf haft brennandi áhuga á kennslu. Mér hefur alltaf fundist háskólar gera of litlar kröfur til þess að kennsla sé góð og hún sé stöðugt fyrir endurbætana, og ég hef tekið þátt í mörgum stórum verkefnum í því að bæta kennslu í heilum deildum og námsbrautum, og þetta er hlutur sem liggur mér á hjarta, sem að ég vil að við vinnum mjög markvisst í. En eins og segi, vinnumatskerfið, það tekur ekkert tillit til gæðakennslu. Við erum með tímarit við erum með 40 tímarit sem eru skrifuð og ritrýnd innanlands á máli sem bara örlítill hluti alþjóðlega fræðasamfélagsins skrifur. Ég skil ekki hvernig góðar vísindagreinar í hjúkrunarfræði eða sálfræði eða í læknisfræði eða í flestum sviðum menntavísinda, hvernig það getur verið annað en alþjóðleg vísindi, og þess vegna skil ég ekki af hverju á ekki að birta þetta efni á tungumálum sem að alþjóðafræðasamfélagi skilur. Við þurfum að breyta því, við þurfum að hvetja fólk til þess að birta á alþjóðavettvangi, og að því leyti sem að við höfum hlutverki að gegna gagnvart almenningi, að þá er hægt að kynna niðurstöður rannsókna með mjög einföldum hætti á íslensku á þess að þurfa að skrifa heilu fræðigreinar. Það er hægt að kynna niðurstöður rannsókna á þess að þurfa að skrifa fræðigreinar sérstaklega á íslensku. Svo er þetta sem ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í, en þetta er náttúrulega sérstaða Háskóla Íslands miðað við þá skóla sem hann helst ber sig saman við, að rektorskjör er hannað sem ferli sem er bara sem á bara að fara fram ekki bara innanlands, heldur nánast innan hús. Ég ætla ekki að eyða fleiri orðum í það, en það er nokkuð ljóst að þannig er litið á þetta, og háskólaráð afsegir sig allri þeirri ábyrgð sem að það hefur á rektorskjörina, sem er líka mjög sérkennilegt finnst mér. Það sem ég vil að við gerum er eftirfarandi. Ég vil að við verjum rannsóknarfénu sem við höfum í rannsóknir sem að standa samanburð á alþjóðavettvangi og sem eru birtar á alþjóðavettvangi með undantekningum. Og við eigum að afnema almennu rannsóknarskylduna vegna þess að við höfum ekki bolmagn, jafnvel þótt við hefðum jafn mikið fjármagn á háskólar í sambærilegum löndum, að þá er útilokað að við höfum bolmagn til þess að stunda öfluga rannsóknir á þeim sviðum sem við getum gert það á, með það fé sem að háskólar hafa yfir. Og við hefum að afnema almennu rannsóknarskylduna, en það þýðir ekki að fólk eigi að vera með rannsóknarskyldu frá 12% upp í 92%. Það þarf að vera almennt séð þannig að þeir sem eru rannsóknarskyldu þurfa að hafa góðan tíma til þess. Við hefum að gera kröfur góða kennslu og styðja kennara við að bæta kennslu sína, og við hefum að umbuna fyrir góða kennslu. Við verðum að gera það. Kennslan er annað af aðalatriðum í háskólastarfinu og við verðum að umbuna fólki fyrir góða kennslu. Það gerir vinnumatskerfið ekki. Við verðum að breyta þessu. Við hefum að afleggja vinnumatskerfið og við hefum að meta gæði kennslu og rannsókna, og einfaldasta leiðin, það eru auðvitað tilmargar, en við ættum auðvitað bara að gera þetta eins og gert í þeim skólum sem við viljum líkjast. Ég hef aldrei séð neinn rök fyrir því af hverju við ættum að vera með einhverja sér íslenska lausn á þessu. Og við hefum að fá óháð erlent fræðifólk til að meta gæði rannsóknar reglulega og láta það stýra starfi skólans, ekki í smáatriðum. En ég fæ kannski tækifæri að svara því betur í spurningum á eftir.
En aðalatriði finnst mér þetta. Við eigum ekki fyrir utan þessi örfáu smáu svið sem við þurfum að passa upp á því að við erum síðan íslensku verið ekki stund annars staðar, þá eigum við ekki að hugsa fyrst og fremst með sérstöðu Háskóla Íslands, hvorki af Íslandinni í alþjóðasamfélaginu. Við eigum að minnka sérstöðu Háskóla Íslands eins og hægt í alþjóðasamfélaginu. Við eigum að gera hann eins líkan þeim góðu háskóla sem við viljum líkjast og mögulegt er. Takk fyrir. Við þökkum Einari kærlega fyrir og hann var akkurat á sekúndinni. Guðrún Nordal, gjör svo vel. Þakkum að þér. Ágæta háskólafólk. Ég þakka félagi prófessora fyrir að efna til þessa fundar og bjóða okkur öllum þremur. Þetta fyrsta skipti sem við verum opnum fundi saman og mjög gleðilegt. Og ég nálgast málið dálítið frá í stórri samhenginu af því þannig fannst mér spurningarnar bornar upp og fyrir síður inni í málefni Háskóla Íslands sjálfs af því það kemur á seinni fundunum. Í ár fagnar Háskóli Íslands 114 ára afmæli sínu. Þegar skólinn var stofnaður árið 1911 blasti ekki við að nota orðið háskóli. Heldur vildu sumir nefna hann landsskóla. Því hann var bersýnilega vanbúinn og fámennur miðað við aðra háskóla og samfélagið örsmátt og fátækt. En strax í upphafi var markið sett hátt. Fólkið hafði trú á ævintýrinu háskóla í landinu einangraða í Ballarhafi og hægt og bítandi óx honum ásmegin. En þegar nýjir háskólar urðu til í lok síðustu aldar var annað upp á teningnum. Það átti íslenskan ekki nema þetta eina orð skóla á efsta stigi og þar með var ekki greint á milli college og university, kennsluháskóla og rannsóknarháskóla, þó það væri töluvert í umræðinu þá og skynsamlegri umræðu háskólakerfið þar með stefnt á vissan hátt í öngstreitið sem við erum í nú. Það ekki aðeins háskólakerfið sem brotakennt og dreift í okkar fámenna en dreifbílalandi, heldur það almennt einkenni íslenska vísindakerfis og sumir myndu segja okkar örsamfélags. Ítrekað hefur bent á hve takmörkuðu opinberu fé dreift víða og hve erfitt hefur reynst að ná þverpólitískri samstöðu mikilvægi þess að nota skýr og gagnsæ gæðaviðmið við útdeilingu fjár. Á síðustu árum hafa við þó verið stigin mjög mikilvæg skref sem vonandi auðvelda gegnsærri ákvarðanatöku í framtíðinni. Vísinda- og tækniráð, Einar, setti fram tillögu gæðaráð kennslu sem nú hefur metið kennslu í íslenskum háskólum og niðurstöður þess mats munu vonandi gefa færi á marktækum samanburði og það tekur auðvitað tíma að fara í gegnum það ferli en þar með í fyrsta skinn munum við hafa samanburð vonandi og þannig var leikurinn til stofnað. Og á síðasta ári var samþykkt að innleiða upplýsingakerfi sem munu fylgjast með faglegum ávinningi af rannsóknarstarfi í stofnunum og háskólum landsins, samanburðarefni og þannig getum við eftir nokkur ár tekið ákvarðanir grundvellar á sambærilegum gögnum og mælingum, það á þekkingu en ekki á skoðunum. Stefna stjórnvalda hefur allt frá 2003 verið að einfalda stofnanakerfi vísinda og háskóla með það að markmiði að fyrst og fremst að efla gæði. Það hefur satt að segja gengið afar hægt. Þó að skref hafi vissulega verið stigin. Einn vandinn hefur verið skortur á yfirsýn. Við áttum frumkvæði í vísindatækniráði að fyrstu kortlegningu á vísinda- og nýsköpunarstarfinu sem birtist í skýrslunni Nýrri sýn fyrir 3 árum. Þar birtist þessi brotakennda mynd með afar skýrum hætti. Í landinu ekki aðeins 7 háskólar, heldur 13 skilgreindar rannsóknarstofnanir og vitaskuld mun fleiri stofnanir, til dæmis Söfn, þar sem stundar rannsóknir, ótal þekkingasetur allt land, 500-600 fyrirtæki sem segja stundarannsóknir, þó 5 séu langstærst, 14 sjóðir og nokkur stærstu undir vísinda- og tækniráði. En við sjálf erum þó bara aðeins 330.000. Og í ofanálag stofnana og stuðningskerfið enn að mörgu leyti ósveigjanlegt og byggt upp fyrir mörgum áratugum síðan. Í skýrslunni settum við fram róttækar sameiningarhugmyndir, ekki aðeins milli háskóla, heldur einnig milli háskóla og rannsóknarstofnana og milli rannsóknarstofnana og lögðum meðal annars til eina rammalöggjöf fyrir rannsóknarstofnanir sem nú verið að vinna að.
til samræmis við rammalöggjöf háskóla. Því það sama vandamáli þar, það eru mjög ólík rekstrarform og mjög ólíkar skilgreiningar á starfinu. Og það þarf að samhæfa til að við getum sameinað. Það er mikilvægt að við höldum þessari umræða áfram því að hún tekur tíma að festa rætur og þá sem víðast og greinum möguleika til samstarfs og eða sameininga. Háskóli Íslands getur tekið frumkvæði í umræðum allt kerfið, sett mál á dagskrá, rökrætt kosti og galla ólíkra sviðsmynda. Þar er rektor auðvitað í lykil hlutverki. Háskólinn tengir stofnanir og háskóla saman nú þegar, bæði í krafti breiddar sinnar, sérstakt hlutverks á landsvísu og auðvitað alþjóðlega. En einnig vegna þess afls sem býr í mannauðnum, starfsfólkinu og 14.000 stúdentum. Íslendingar hafa heldur ekki efni á því að byggja upp sömu rannsóknarinnviði á mörgum stöðum á landinu, sem verða æ dýrari í háskólum og rannsóknarstofnunum og því er nauðsynlegt og bara eiginlega alveg lykil atriði að uppbygging háskólans á næstu árum verði markviss og í samhengi við heildarstefnu landsins. Það eru faglegir og fjárhagslegir hagsmunir skólans að horft sé heildstætt og strategíst á háskóla og rannsóknarstofnanir og einnig Landspítalann og annan samstarfsvettvang starfsmanna, eins og skólana. Allar opinberar stofnanir hafa verið sveltar á síðustu árum og munu þurfa fjármagn til uppbyggingar. Nú er því lag til að vinna saman. Háskóli Íslands er jafnan talin upp sem einn af 7 háskólum, en vitaskuld er það mjög villandi. Sérstaðan blasir við, allavega innanlands, þó auðvitað erum við bara í alþjóðu samkeppni. Háskóli Ísland er einu skólinn sem býður upp á grunn- og rannsóknartengt framhaldsnám og doktorsnám í nær öllum greinum. Hann hefur náð alþjóðlega viðurkenndum árangri á Times Higher Education listanum sem stækkar allt okkar vísindasamfélag. En starfinn leggur honum á herðar allt aðra skyldur og hlutverk en öðrum háskólum. Á mínu áliti á Háskóli Íslands alls ekki að stilla sér sjálfur upp við hlið hinna 6, heldur að taka utan háskólakerfið og með orðum sínum og verkum að stuðla samstarfi og samþættingu. Háskólarektor hefur hér sérstakt hlutverk. Hann er formaður samstarfsvettvangs háskólanna og getur í krafti starfar skólans og samfélagslegs mikilvægis talað fyrir hönd alls kerfisins án þess að tala niður til annarra skóla. Háskólinn er Háskóli Íslands og nafnið sjálft, nánast eini háskóli í heiminum sem tekur nafn sitt af landi en ekki af bæ eða borg, er vísbending þetta sérstaka hlutverk hans á landsvísu og rannsóknarsetrin tákngera háskólanetið allt land. Það er ástæða hér að minna á mikilvæg sameiningaskref sem áttu þó ekki mjög faglegan eða langan aðdraganda, fyrst sameiningu HR og tekniskólans og loks sameiningu kennaraháskólans og HÍ árið 2008 sem var risaskref. Seinni sameining hefur, má segja, ekki að gengið að fullu í gegn og má kenna niðurskurði fjárveitinga það að nokkru, en einnig þeirri staðreynd að menntavísindasvið er enn á sínum stað í bænum og þar með slitið og tengslum við aðra starfsemi skólans, sem sýnir enn og aftur hve mikilvægt er að hraða flutningi sviðsins á háskólasvæðið. Verkefni næsta rektors er að setja samþættingu menntavísindasviðs og annarra sviða skólans í forgang og hlúa þar með að kennaranáminu. Þar er ekki aðeins innri starfsemi háskólans í húfi, heldur gæði í menntakerfinu, grunn- og framhaldsskólum. Tvennt til viðbótar mætti nefna sameiningum. Má ég fá glas, smá vatn? Unnið hefur verið að sameiningu Háskóla Íslands og Landbúnaðarháskólans árabil og enn hefur hún ekki orðið að veruleika þrátt fyrir fýsileikakannanir, gæðamál, vilja starfsmanna og raunar ráðherra. Sveitarstjórnar og byggðamál hafa þar mikið að segja eins og við vitum og tortryggni gagnvart stofnunum á Reykjavíkursvæðinu. Verði ég kjörin rektor mun ég taka þetta mál upp við mennta- og menningarmálaráðið og stjórnendur Landbúnaðarháskólans sem hafa sjálfur í ræðu beðið stuðning til þess.
Sú hugmynd sem nú á borðum sameiningu Landbúnaðarháskólans, Bifrastar og Hóla hefur ekki verið skilgreind nánar. Við höfum kallað eftir umræði, til dæmis í vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs, og við höfum ekki getað fengið klára línur hvað liggi þarna baki, nema að stefnt sé að samskonar rekstrarformi. En auðvitað verður við háskólasamfélagið að gera kröfu fagleg rök og að skýr markmið séu lögð til grundvallar. Það hníga líka loks mörg rök að sterkara samstarfi milli Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands, eins og þetta hefur verið mjög mikið á milli þessara tveggja skóla, og við getum tekið sem dæmi í greinum þar sem að byggja upp kjarnaeiningar með mjög dýrum tækjakosti. Það nánast óhugsandi að byggja upp samskonar aðstöðu á 2 stöðum á landinu. Það eiginlega bara ekki hægt. Við sjáum þetta í innviðasjóði að fá samskonar umsóknir frá mörgum stöðum. Við höfum ekki bolmagn í þetta. Og því brýnt að við byggjum þetta upp á skynsaman máta. Og þar fjarkennsla sem mjög áhugaverð styrkleiki Háskólans á Akureyri, þar sem við gætum kannski komið á ákveðinni verkaskiptingu, og raunar við í samstarfi við Háskóla Akureyri í því efni, allavega á félagsvísindasviði. Hvað varðar Listaháskóla Íslands, þá tel ég mikilvægt að hann sé sjálfstæður, en þó í nánu sambandi við HÍ og HR, og eins og hann raunar í dag. Húsnæðismál skólans í algjöru óvissu, og það verið vitaskuld eftirsóknarvert að fá hann hér á svæðið eins og hann vildi á tímabili, en fór svo inn með aðra lausn, og til að efla enn þetta þekkingarþorp í Vatnsmýrinni sem við viljum gjarnan efla. Eina sameiningin auðvitað sem við vitum faglega og fjárhagslega hagkvæm eða aðlandi sameining HÍ og HR, en sú sameining langt inn í framtíðinni, en við í miklu samstarfi eins og Háskóli Íslands og HR í íslenskri máltækni, ef ég tek það sem dæmi. Ágætu gestir, fjármögnun háskólana auðvitað stærsta máli sem bíður rektors. Það að tryggja stjórnvöld standi við gefin fyrirheit aukið fé til háskólastigsins. Sú samþykkt liggur fyrir. Við að líta þannig á. Samkvæmt Vísinda- og tækniráðs sem var ítrekkuð í aðgerðaáætlun ráðsins á síðasta ári að framlag til háskólamála eigi að ná máli OECD árið 2016 og meðaltal Norðurlanda árið 2020. Nú unnið að stefnumótun háskóla og vísinda í ráðuneytinu í tengsli við langtíma fjárlagagerð, og verði ég kjöruminni leggja mig alla í að tryggja ríkisstjórnin og sú sem tekur við árið 2017 standi við þessi loforð. Það vill svo til að kjörtímabil næsta rektor spannar einmitt þau 5 ár sem við höfum til að ná þessu markmiði. Næsti rektor það því að nota tíman vel. Ég tel mig stakk búna til að fylgja þessu markmiði eftir. Við höfum náð miklum árangri í Vísinda- og tækniráði við að efla sjóðina. Við fengum 2,8 milljarða innspýtingu í rannsókna- og tækniþróunarsjóð á síðasta ári, sem kom vegna þess að við komum með mjög skýra aðgerðaáætlun fyrir framan ríkisstjórn, og þetta þurfum við að gera eins og við höfum gert áður, og nú þurfum við að bretta upp ermarnar. En nú þetta forgangsmál að tryggja grunnfjármögnunina. Í hönd fer flókin umræðu stjórnvöld sem við getum rætt kannski eftir, sem verður einnig að tengjast endurskoðun reiknilíkans og þeirra reikniflokka sem hafa legið til grundvallar fjármögnunar skólans og eru löngu úreltir, og viðurkenningu á raunverulegu kostnaði og gæðum náms í ólíkum greinum eins og í rannsóknartengdu framhaldsnámi og doktorsnámi. Og umræðan fjölda greiddra nemenda mun einnig verða á döfunni, því að það auðvitað hægt að snúa umræðinu þannig að ef við fækkum nemendum það sé auðveldara að ná upp í viðmið. En við þurfum auðvitað að vera viðbúin að taka á móti þeirri umræðu og gera hann á forsendum gæða mála, eins og við þurfum að gera allt annað. En við þurfum að sækja þessu umræðu ekki bara til stjórnvalda, heldur að ræða við samfélagið uppbyggingu menntunar og vísinda í landinu. Við stöndum á tímamótum. Háskólinn hefur sterkan málstað að verja fyrir uppbyggingu öflugs alþjóðlegs rannsóknaháskóla, og hann líka mikilvægasta menntastofnunin, ber ábyrgð á menntun kennara í grunn- og framhaldsskóla og að gæðum þess náms. Við setjum markið hátt eins og þeir sem völdu skólanum nafn í upphafi. Aðeins sterkur rannsóknaháskóli fyrir landið allt einhvers virði fyrir íslenskt samfélag, og aðeins öflugur rannsóknaháskóli sem stenst alþjóðlega gæðakröfur mun draga að sér afburðavísindamenn sem nauðsynlegir eru til að byggja skólan áfram upp. Ég sannfærð að almenningur muni hlusta á slíkan málflutning. Háskólinn hefur mjög sterka rödd. Það alltaf hlustað þegar hann talar. Nú þarf hann taka ákveðið til máls.
Takk fyrir. Takk að þið fyrir, Guðrún, og nú komið að Jóni Atla. Gjörðu svo vel, Jón Atli. Fundarstjóri, góði fundamenn, ég þakka félagi prófessora fyrir að halda þennan fund og það er mjög gaman að sjá hversu mörg ykkar hafa komið hér í dag. Ég hef að undanförnu hitt að máli fjölda starfsmanna Háskóla Íslands og nemenda skólans og hlakka til að hitta enn fleiri á næstu vikum. Allstaðar hef ég mætt einlægum áhuga á að efla skólan og bæta starfsaðstæður okkar allra. Einn mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni eru samræður við stjórnvöld hlutverk háskóla. Í lögum háskóla frá 2006 háskóli skilgreindur sem sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, rannsóknum, varðveislu þekkingar, þekkingarleit og sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. Þar segir hlutverk háskóla að það sé að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og samfélagsins alls. Starf háskóla miðar að því að styrkja innviði íslensks samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti. Þá segir jafnframt í lögunum að háskólar mennti nemendur með kennslu og þátttöku í vísindarannsóknum og búi þá undir að gegna störfum sem krefjast fræðilegra vinnubragða, þekkingar og færni. Og ennfremur segir í lögunum að sú menntun sem háskólar veita taki mið af þörfum samfélagsins hverju sinni og getur verið fræðilegs eðlis og starfsmiðuð. Þessi lög móta þann ramma sem háskólar á Íslandi vinna eftir. Af þeim sést jafnframt að Háskóla Íslands á hann eru lagðar miklar skyldur og vandasöm verkefni sem ég tel að háskólinn hafi sinnt vel á undanförnum árum. Staðfesting á því til dæmis sú staðreynd að Háskóli Íslands komst í fyrsta skipti inn á lista Times Higher Education fyrir 4 árum vegna árangurs starfsfólks skólans í rannsóknum og kennslu. Það frábær árangur fyrir lítinn háskóla á alþjóðavísu að komast í hóp 300 bestu háskóla í heimi þegar litið til þess að það eru 17.000 háskólar í heiminum. Sumir vilja gera lítið úr þessum árangri en það byggir á vanþekkingu á því mikla starfi sem unnið í Háskóla Íslands þrátt fyrir þann þrönga stakk sem skólanum að sumuleyti sniðinn. Hér má nefna að til grundvallar mati Times Higher Education liggja meðal annars hlutlægir mælikvarðar sem varpa ljósi á rannsóknarvirkni og áhrif rannsóknarstarfa innan háskólans. Markverður árangur hefur náðst í því að byggja upp rannsóknir við Háskóla Íslands þótt að mörgu þurfa að huga í framtíðinni. Vert að leggja áherslu á að þessi árangur hefði ekki náðst nema vegna þess að starfsmenn Háskóla Íslands hafa lagt á sig mikla vinnu á undanförnum árum, sem og vegna þess að forysta háskólans hefur lagt áherslu á að efla háskólan sem rannsóknar háskóla með stefnumörkun og uppbyggingu rannsóknar innviða sem lengi vel stóðu á afar veikum grunni. Þegar talað árangur Háskóla Íslands á síðust árum rétt að nefna sérstaklega að háskólinn menntar nú fleiri einstaklinga en nokkru sinni fyrr. Skólinn býður upp á yfir 400 námsleiðir og ríflega 2000 námskeið. Á hverju ári útskrifast 1800 nemar úr grunnnámi, 800 úr meistaranámi og á síðasta ári útskrifuðust 82 doktorar. Þetta eru merkilegar tölur í ljósi þess að á sama tíma og nemendum og námsleiðum fjölgaði átti sér stað mikill niðurskurður til háskólans í kjölfar hrunsins. En á erfiðum tímum sinnti háskólinn samfélagshlutverki sínu og tók við öllum þeim sem vildu mennta sig á tímum atvinnuleysis. En þá komum við að stærsta hagsmunamáli háskólans sem að bæta fjármögnun hans. Það flestum ljóst að háskólinn verulega undir fjármögnuð stofnun
og úr því þarf að bæta nú þegar efnahagur landsins að batna. Fé vantar sárlega til að byggja upp betri aðstöðu, borga betri laun, tryggja fjármögnun doktorsnámsins, kenna í minni hópum og til margs fleira. Þegar Háskóli Íslands fagnaði aldarafmæli sínu árið 2011 stofnaði ríkisvaldið sérstakan sjóð, svokallaðan aldarafmælissjóð Háskóla Íslands, sem notaður í ýmis verkefni og skilyrðið að háskólinn afli sértekna upp á þriðjung af heildarupphæð sjóðsins. Jafnframt var því lýst yfir að stefnt skyldi að því að Háskóli Íslands næði meðaltali OECD-ríkjanna á hvern nemanda árið 2016 og meðaltali Norðurlandana árið 2020. Miðað við núverandi aðstæður þó ólíklegt að þessar tímasetningar standist í það minnsta fyrir árið 2016. Ná ég kjöri sem rektor mun ég beita mér af alefli fyrir því að stjórnvöld standi við stefnumörkun og skuldbindingar sínar í þessum málaflokki og hækki framlög til háskólans. Í þessum efnum tel ég að rektor þurfi að taka upp meiri og beinni samræður við stjórnvöld fjármögnun háskólana og virkja samstarfsnefnd háskólastigsins sem rektor Háskóla Íslands leiðir. Í tengslum við baráttuna fyrir meiri fjárveitingum til háskóla á rektor háskólans að beita sér fyrir aukinni umræðu menntamál og mikilvægi rannsókna fyrir samfélagið. Brýnt að þessi málaflokkar hafi skýra rödd í þjóðfélagsumræðunni. Þannig má auka skilning á hlutverki háskóla við eflingu, gagnrýninnar hugsunar og fræðilegra aðferða við úrlausn brýnustu viðfangsefna samtímans. En það annað vandamál sem blasir við háskólanum tengt fjármögnun. Það reiknilíkan mennta- og menningarmálaráðuneytisins framlög til kennslu. Opinber framlög til háskólans hérlendis skiptast í stórum dráttum í tvennt. Annars vegar kennsluframlag sem byggist á reiknilíkaninu og hins vegar rannsóknarframlag, en undir það flokkast allt fjárframlag til háskóla sem ekki fellur beint undir kennsluframlagið. Á bakvið rannsóknarframlagið hins vegar ekkert sérstakt reiknilíkan og byggir það á stórum hluta á sögulegum forsendum. Kennsluframlagið hins vegar reiknað út frá sérstökum stikum sem mynda uppistöðuna í reiknilíkaninu. Þetta kerfi var innleitt með reglugerð frá árinu 1999 og byggir að hluta til á sænskri fyrirmynd. Það má hins vegar segja að innleiðingu reiknilíkansins hafi aldrei að fullu verið lokið og á því séu miklir annmarkar. Hér má til dæmis nefna að líkanið gerir ekki greinamun á nemendum í grunn- og framhaldsnámi og það gerir heldur ekki greinamun á staðnámi og fjarnámi. Aukin heldur tekur reiknilíkanið ekki mið af því hvort skóli innheimtir skólagjöld eða ekki. Ljóst að reiknilíkan ráðuneytisins útdeilir allt of litlum peningum en að auki eru allir reikniflokkar þess varða Háskóla Íslands allt of lágir miðað við raunkostnað. Þess utan kerfið fjöldadrifið upp að því marki sem heildarfjárveiting Alþingis leyfir hverju sinni. Þetta afar óeðlilegt og þessu þarf að breyta. Ekki síst ef háskólinn ætlar að sækja fram sem góður kennsluháskóli. Ríkisendurskoðun hefur reyndar bent á að stefnuvanti að hálfu stjórnvalda hvað varðar fjölda nemenda í einstökum námsgreinum. Háskólinn hefur að vissu leyti tekið á sig ábyrgðina með því að marka stefnu aðgangspróf í fjölsóttum greinum með hátt fyrsta árs brottfall. Hér hefur skólinn ekki beðið eftir ríkisvaldinu, heldur sýnt mikilvægt frumkvæði til að verja gæði kennslu við skólan. Ýmislegt bendir til þess að nemendum sé að fækka í háskólum hér á landi, að minnstakosti hefur mikil fjölgun undanfarinna ára jafnast út og þá myndast svigrúm til breytinga samhliða því að meiri peningar eru settir í kerfið. En skólagjöld eru ekki lausn á fjárhagsvanda Háskóla Íslands. Það hins vegar óþolandi aðstöðumunur á milli opinberra háskóla eins og Háskóla Íslands og skóla sem kallast einkareknir háskólar
en eru engu að síður reknir fyrir opinbert fé. Því þarf að breyta. Einkareknir skólar fá sama framlag á hvern nemanda þrátt fyrir að þeir innheimti töluvert háskólagjöld sem eru lánshæf hjá LÍN og þannig niðurgreidd að hluta úr ríkissjóði. Ég er fylgjandi áframhaldandi opinberum rekstri Háskóla Íslands og styð ekki þá hugmynd að skólanum verði breytt í sjálfseignarstofnun. Til að draga allt það saman sem ég nú hef þegar nefnt vil ég segja eftirfarandi. Ná ég kjöri sem rektor Háskóla Íslands mun ég beita mér af hörku fyrir því að endurfjármögnun háskólakerfisins eigi sér stað og að samhliða henni fari fram vinna við að reikna út raunverulega fjárþörf ólíkra greina og leiðréttingin eigi sér stað á aðstöðu mun eftir rekstrarformum. Í uppleggi þessa fundar var okkur uppálagt að ræða afstöðu okkar til fjölda háskóla á Íslandi. Það mál vil ég segja að lengi vel fyrir hrun einkenndi frelsi án fyrirhyggju afstöðu stjórnvalda til fjölda háskóla í landinu. En frá hruni hafa stjórnvöld vilja snúa þessari þróun við og sameina eða auka samstarf innlendra háskólastofnana samanber formlegan samstarfsvettvang opinberra háskóla sem kallast samstarfsnefnd opinberra háskóla. Afstaða mín í þessu málaflokki sú að við eigum að stefna að samvinnu og samstarfi innanlands og sameina krafta okkar í samkeppni á alþjóðlegum vettvangi. Þó ljóst að Háskóli Íslands hefur ekki alla þræði í sinni hendi í þessum efnum. Stjórnvöld hafa laga- og peningavaldið, en því miður verður ekki séð að stjórnvöld hafi, þrátt fyrir vilja sparnað, skýra stefnu í þessum efnum. Raunverulegt samtal hugsanlega sameiningu Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík átti sér aldrei stað þótt Háskóli Íslands hafi lýst sig reiðubúinn til þess að ræða við Háskólann í Reykjavík. Þá hafa sameiningar viðræður við Landbúnaðarháskóla Íslands heldur ekki skilað árangri. Þó rétt að nefna að þessar mundir unnið að stefnumótun fyrir háskólastigið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Því ber að fagna, en ég geri þá kröfu að slík stefna sé mótuð í samráði við Háskóla Íslands. Háskóli Íslands langstærsti háskóli landsins og sá eini sem býður upp á alþjóðlega viðurkennt nám í öllum helstu fræðigreinum sem stundaðar eru við háskóla. Háskóli Íslands hefur því sérstöðu á meðal háskóla á Íslandi, en hann hefur líka sérstöðu í alþjóðlegu samhengi því við hann eru stundaðar rannsóknir og kennsla í greinum sem tengja sérstaklega íslenskri menningu og samfélagi. Háskóli Íslands gegnir þess vegna lykilhlutverki í íslensku samfélagi. Hann alhliða háskóli sem sinnir öllum helstu greinum vísinda og fræða og starfsmennta og stendur öllum opin sem uppfylla inntökuskilyrði óháð efnahag og þjóðfélagsstöðu. Í þeim skilningi Háskóli Íslands þjóðskóli. Nánast allt doktorsnám á Íslandi við Háskóla Íslands og til að tryggja gæði doktorsnámsins hefur háskólinn stofnað miðstöð framhaldsnáms sem aðili að Council of Graduate Schools í Bandaríkjunum og European University Association Council for Doctoral Education. Eftir hrun hefur verið haldið á lofti tillögum sameiginlegan doktorsnámsskóla á Íslandi. Þær birtust meðal annars í skýrslum erlendra sérfræðinga og í tillögugerð Vísinda- og tækniráðs sem Háskóli Íslands mótmælti. Að mínu mati vega slíkar tillögur að sjálfstæði háskólans sem samkvæmt lögunum sem ég vísaði í hér í upphafi máls míns á að vera tryggt. Slíkar tillögur bera vott takmarkaðan skilning á sérstöðu Háskóla Íslands og því innra gæðastarfi og uppbyggingu sem átt hefur sér stað innan skólans, til dæmis með stofnun miðstöðvar framhaldsnáms. Mín sýn sú að efla miðstöðuna og forystu háskólans í þessu málaflokki en bjóða öllum háskólum hér á landi til samstarfs. Nú þegar Landbúnaðarháskóli Íslands aðili að miðstöðinni. Tillögur af þessu tagi eru dæmi stefnumótun sem ekki unnin nægilega í samráði við háskólasamfélagið og það því miður því samráð lykillinn að góðri stefnu. Þá vil ég nefna að ég styð eflingu samkeppnissjóða
en uppbygging þeirra má ekki vera á kostnað grunnfjármögnunar háskóla. Allra síst þegar háskólar eru undirfjármagnaðir eins og nú er. Allar hugmyndir að fjármagna einungis kennsluhluta háskóla en láta kennara sjálfa sækja rannsóknarhluta launa í samkeppnissjóði eru mjög vafasamar. Með því móti myndi hluti akademískra starfsmanna, jafnvel umtalsverður hluti þeirra, einungis starfa við kennslu. Þeir sem styðja slíkar hugmyndir virðast ekki átta sig á hversu mikilvægt samspil kennslu og rannsókna í öllu nútíma háskólastarfi. Að lokum vil ég segja þetta. Með skynsamlegri stefnumörkun í málefnum háskóla verður Háskóla Íslands gert kleift að sinna hlutverki sínu sem alhliða háskóli í fremstu röð, sem þjónar íslensku samfélagi. Skólinn hefur verið vel rekinn á undanförnum árum og reynslan sýnir að honum vel treystandi til að fara afar vel með aukið fé af hendi ríkisins, svo hann megi sinna þeim fjölmörgu rannsóknar- og þróunarverkefnum sem hann vinnur að. Nái ég kjöri sem rektor muni ég beita mér alefli fyrir auknum fjárveitingum til skólans og vinna að uppbyggingu Háskóla Íslands og áframhaldandi sókn hans í víðtæku samstarfi og samráði við starfsfólk og nemendur skólans. Þakka fyrir Jón Atli og þakka ykkur öllum fyrir ykkar ágætu framsögur og sérstaklega þakkir frá fundarstjóra fyrir að virða svona vel tímamörkin.